Góðan daginn og velkomin í 22. þáttinn minn hérna á YouTube-brásunni minni. Í dag mánudagurinn 12. mars og ég heiti Helga og ég handavinnu óð. Ég set eins og alltaf hérna á skjáinn hvar mig að finna og niður í bóksi hérna fyrir neðan þar sem vídeóið birtist á YouTube-brásunni minni. Það eru, ég setti, ég gerði 21. þáttinn á þriðjudaginn var, þannig að það núna, ég er að reyna að fara yfir á mánudagana aftur. Mér finnst það svona, það henda mig betur þó að sé aðeins annarsamari dagur. En á þriðjudaginn þá, þegar ég var að taka upp síðasta þátt, þá var dóttir mín komin í fæðingu en ég náttúrulega þorði ekki að segja neitt, maður veit aldrei hvernig fer en svo seinni partinn þann dag eignaðist hún heilbrigðan stóran strák, hún og kærastinn hennar sem vó litlar 17 merkur og 52 sentimetra og gengur bara ótrúlega vel og hann náttúrulega bara eitt af 3 undrum lífs míns fyrir utan börnin mín. Þá er þetta ótrúlega forréttindi að fá báðum þessum hlutverkum og fór rosa erfitt að vera ekki stöðugt að kíkja á kauða en maður verður að reyna að stilla þessu í hóf og það sem að gera það auðveldara er náttúrulega snappið og allt það sem þannig að maður missir ekki af neinu. En þannig var nú það, svo að það var bara búin að vera yndisleg og brjáluð vika síðan að litli maðurinn mætti á svæðið, búin mikið að gera. En í dag, já ég ætla bara að byrja á því að bara bjóða alla velkomna, nýja og gamla og við döfnum stækkum og döfnum og ég ætla að segja ykkur pínu skemmtilega sögu á eftir sem að tengist þessu brölti mínu og bara alveg eins og maður, ef ég má sletta, it made my day, þannig að ég segi ykkur frá því á eftir. En ég ætla að fara yfir klárinn, verk í vinnslu, það fór ekkert í pokann og hvað er á döfinni og svo bara töskurnar mínar og smá blaður. Þannig að við vindum okkur bara í það. Ég sit í stóra klárinu og ég er alveg brjálæðislega hamingjusöm bæði að vera búin með hana og að vera í hana því hún er algjör stæði. En þetta er Longline cardigan eftir Johi Locatelli og ég byrjaði á henni í október í fyrra. Ég held ég hef aldrei verið svona lengi með flík. En það voru, eins og ég er margoft búin að segja, ég byrjaði með þetta með trjánum og það bara virkaði ekki fyrir mig með þessari cotton merino blöndu, þetta er 50% bómull og 50% merino. Þannig að ég skipti yfir í stálbrjóna og spýtti lógana og kláraði hana bara á mjög stuttum tíma. En ég ætla að standa upp til þess að sýna ykkur hana. Og það fóru litlar 16 dokkur í hana, hún er 800 grömm, þannig að hún er þykk og massíf en hún er ekki neitt sérstaklega, ekkert of heit. Af því að út af bómullinni, en hún nær vel niður fyrir rass og er öll, hún er vel í yfirstærð, en það er líka bara alltaf. Og svo af því að kraginn er svo þungur, þá lafir þetta svolítið niður á framan, en það gefur því bara karakter. Og ég er bara rosalega ánægð með hana. Fínt að eiga eina sem maður getur bara hendi í þvottavélina og tekið út og skellt á ofn og hún verður bara alltaf eins. Þannig að já, ég er bara ógeðslega ánægð með hana, stór og góður og hlýr kragi. Og eins og á laugardagsmorguninn þá var nú ekkert sérstaklega eitthvað hlýtt það var við frostmark þegar ég fór í vinnuna og ég fór bara í þessu og mér að segja stuttarum á bólinandir og skellt á mig sjali. Sem ég man núna, ég glemdi heima með dóttur minni, og fór þannig út og mér var ekkert kalt. Þannig að þessi á eftir að vera mikið notuð.
það ég alveg sannfærð um. Og en ég er líka alveg að samaskapi mjög glöð að vera búin með hana. Skál fyrir því. Hin 3 eru bara, við hjónin tókum svona áhorfs þátta yfir setu helgina á Netflix og ég er búin að vera með einhvern bjöðast pirringinn í putta sem ég braut fyrir þar síðustu jól og er eitthvað að taka sig upp einhver pirringur í því sem að bara útskýrist af því ég er búin að vera með hitaöllu og þá hleypur þetta oft í svona viðkvæmna og ég gat bara ekki prjóna hluta af laugardeginum, þannig að ég fór bara að hekla. Og ég er að, eins og ég var búin að segja ykkur, ég er að hekla mig í gegnum tuskuheklbókina og þetta var ég búin að sýna ykkur áður, þetta er fyrstu 2 reyndar en þetta ganga frá endanum Og síðan kom þessi sem er nú ekkert sérstaklega vel gerð hjá mér, þetta var eitthvað, en þú veist, tuska. Að ég klikkaði eitthvað í köntunum, en og þegar ég sá að það var eitthvað klúrast hjá mér, þá var ég ákveðið bara að hafa hana svona grunna, hún er þá ágætt í bílinn til þess að strjúka af þar, svona léttrif. Og síðan var þetta sem sagt þá fjórða tuskan í bókinni og þetta er 2-föld bómull, hún er haldin 2-föld. Þetta er hugsað sem svona afgangatuska, þannig að getur verið að nýta bómullar afgangana í þetta. Og maður, sko, ég er búin að gera hinar tuskurnar á 4 mm heklunál en þessi er á 5. Og ég gerði aðra til og kláraði þess að það fóru akkur 2 dokkur í þessar 2. Og ég var bara eftir að klippa endanum þar, ég er búin að ganga frá þeim. En þetta er bara ágætt, dóttir mín er alveg sjúk í svona, notar helst ekkert annað en heklar, tuskur eða prjónar heima hjá sér, svona þannig að ég sjálf ekki alveg þar. En þetta er líka bara frábært í gjafir og ég pakk svo oft inn og með svona handgerðri sápu eða eitthvað svona sem er viðeigandi. En svo er annað að veistu segja ykkur, ég prjónaði þessa aðalega á 4 mm stærð af prjónum og svo eina skipt sem var einhver önnur prjónustæður, það var bara í brugninguna á ermunum sem var 3,5 mm. Já, en að bómullin aftur að ég er að spá í svo þegar ég er búin að svona, ef ég fæ eitthvað upp í kóka þessum tuskum, að þá langar mér rosalega að gera með svona skífur í staðinn fyrir bómulla skífurna sem maður er að nota til þess að þvo sér farða á svona, þannig að maður getur bara þrifið skífurnar eða litlar svona dulur bara í þvottavélinu og nota aftur og aftur af því að það er náttúrulega ekkert vit í því að vera að endilega nota eitthvað sem maður getur ekki endurnýtt af því að þú veist við erum alveg að fara svo illa með umhverfið okkar, þannig að og ég var búin að sjá þetta inn á einhverju Facebook síðu sem ég er á í sambandi við svona umhverfisvernd að þar eru margir að hekla sér svona og nota og ég veit að það er eitthvað sem er að hekla þetta og selur þetta sem er líka brilljant fyrir þá sem að er ekki með okkur í garnæðinu. Þetta eru þá klárin og þá erum við komin í verkinu vinnslu og ég er að gera hvað heitir peysan? Katla hneftpeysa eftir Sjöfn hjá Petit Knitting og ég er bara sérst búin með búkinn, búin að taka út fyrir ermunum og er byrjuð á þeim að gera báðar í einu. Og ég ætla að það verður lögð áhersla á það núna í þessari viku að klára þetta ungbarnaprjón af því að ég er alveg að trillast það svo mikið sem ég langar að gera. En peysuna er ég að gera úr baby ull frá Sannes Garn og þetta er bara litur 10-15. Ég er að gera þetta fyrir systurdóttur mína sem á vona á dreng
á vormánuðum og þetta svona sem sagt, ég að gera sett fyrir hana, það þessi köllupeysa og svo sem ég var búin að kaupa mér þetta allt svona sjálf líka og ég ætla að gera þessa hneftupeysu á rottinu mína og svo þetta setti í heild sinni þannig að ég átti að gera hérna buxnagallann og húfu og sokka og vettlinga og þá verður frændi klár í hérna að mæta partíið. Svo er ég að gera hérna mörgæsagallann í byrjuð og ég búin að gera bakið og búin að ég þvoði það og strekkti það því það rúllaðist svo rosalega upp á kantana og mér vantaði svo sjá hvort ég var ekki á réttri leið með sniðið á því af því að hérna ég þurfti að bæta við slatta umferðum sko prjóna fyrst að maður rétt á hérna á þennan veginn en ekki á langveginn þannig að ég þurfti að bæta við slatta umferðum til þess að ná því og hérna svo er í þurrki hérna sjá hvort ég geti sýnt ykkur það þess að rústa setupinu mörgæsin er hérna annar fremri parturinn er sem sagt komið þurr já, ég hendi ykkur bara í gólfið en við erum búin að laga það svona og hérna það verður smá sjórið hjá okkur í augnabliknum hérna standurinn er að hætta að hreyfast en já, sem sagt svo á hinn framhliðin það eru sem sagt tvær og það leggjast ofan á hvora aðra ofan á barnið og hérna og á hinni framhliðin hún á að speglast og þá á að vera svona hvítt á hann líka en þetta var svo leiðilegt að gera þetta er sem sagt ég með 3 dokkur hérna að flækja á vesenast að gera þetta þannig að ég hérna sagði bara við stelpunum mína að ég ætla að hafa hlutan sem fyrir undir bara alveg svartan og ég er að bíða eftir að byrja honum til þess að geta hérna hermt eftir hinni framhliðinni ég er að bíða sérst eftir að þessi framhlið þotni svo ég geti hermt eftir henni út af breytingum sem að ég gerði og skrifaði ekki niður af því ég var svo busy við að horfa á þætti og hérna afsakið og síðan á ég eftir að gera svona litlar ermar kannski verið að drífa í því bara á meðan að þetta er að þotna mér langar að klára þetta núna bara á næstu dögum það verður ekkert meistarverk en eins og ég sagði við henni að það verður þá kannski hægt að nota allavega til þess að taka myndir af honum í þessu og svona þetta verður hrikalega krútlegt en sjálfsagt ekki mín besta framleiðsla so far kaffið er búið síðan í gær þá það er með svo eitthvað að gera sem að var í kunnulegt og skemmtilegt og hérna náði mér í poka með tilbúnu gafni og sokkauppskrift sem heitir Wood Nymph og er frí uppskrift á Ravelli og hérna stendur ekkert hver er jú, Olivia Villarreal heitir hún og ég er að nota þetta gráa garn er ekki hugmynd eitthvað svaka garn og þetta gula er það sem ég nota í aðalit á Sunset Highway peysunum minni sem ég litaði sjálf það reyndar ekki, þetta er bara 100% merinóll en ég ætla að nota grátt í hælinn líka þannig að það var styrking þar það er svona mesti, þú veist átróningurinn og já það er mikið að sokkum að ég er ekki að fara að slíta þessu svo glatt þessum handbrunum og sokkum en ég er svo búin að gera 2 endurtekningar af þessu laufamunstri og uppskriftin er skrifuð ofanfrá niður en af því ég ætla að nýta allt garnið ég á ekkert eitthvað rosa mikið af því þá vildi ég byrja frá tannu upp svo fóturum fengi sitt plás og svo læti ég bara ráðast hvað verður hérna hitt
legginn, hvað hann eru hár. Og þetta eru 2,25 mm Addi Lace Needle prjónar. Mér finnst þetta æðislega góður. Ég var að segja við Línu að því hún með Addi niður í Gallerí Snótur hvort við getum ekki fengið þetta Red Lace. Af því að það eru hvassari oddar, eru heppilegir í svona munsturprjón og sokkum og sjölum og húfum og svona. Þannig að hún ætlar að athuga það. Ég eiginlega sko nota nánast ekki svona prjóna nema sé góður oddur á þeim. Að því ég prjóna svo fast þá er svo gott að hafa góðan odd á þeim líka. Þannig að þetta er nei, og síðan er það sjalið sem ég var að byrja að síðast. Ég tók svo eftir því ég var að horfa aftur á vídeo að ég hefði gert ótrúlega vitleysu með kaðalinn, rækti þetta allt upp og byrja upp á nýtt. Og þá er kaðalinn réttur, en þegar ég fór að setja hina litina inn í, að þá bara, nei, þetta er ekki fallegt, þetta er eitthvað ekki ég, þessi litasamsetning svona. Þannig að ég ætla að rekja þetta upp og nota þetta bara í eitthvað annað. Þetta garn allt saman. Þetta er fullu poki hérna góðu garni og tók til í annan poka uppskriftina og prjónana og ég ætla að sjá hvernig hérna flóru. Ég ætla að sjá hvernig þetta virkar í sjalið. Það verður svona meiri kontrastar á milli allra þarna. Þannig ég ætla að sjá hvort mér líki betur við þetta. Nú annars bara fer þetta í pásu og ég byrja á Vertices Unite eftir Stephen West eða Globe, hvað heitir nýja sjalennar Hildarir, Glópa vör. Eða vor, maður ekki. Þannig að það er ekki eins og manni þurfa að láta sér leiðast þó maður finnir ekki alveg réttu litasamsetninguna í eitthvað. Þannig að en ég ætla ekki að vera eitthvað að fara að fitja strax upp á þessu sjali. Ég ætla að reyna, eins og ég sagði, að leggja áherslu á að klára þetta barnadót. En það er fínt að vera með sokkan og prjónunum svona til þess að taka með sér út úr húsi. En leið og barnadótið klárast, þá ætla ég að tapa mér í að fitja upp á nýju. Ég er alveg bara og þá ætla ég að gera peysuna hérna úr Pom-Pom, peysuna, þessa úr raumagarni sem ég var búin að sýna ykkur og ég ætla að fitja upp á kaðlapeysuna eftir Hóhi Locatelli úr Merino Extra Fine frá Drops og ég ætla að fitja upp á útprjónuðum vettlingum, fara að byrja að safna í jólagjafakörfuna á krakkana og ég ætla bara að nota kamgarn og uppskriftirnar frá henni Skeindýr, henni Elli í Skeindýr podcastunum og sem er að búa til svona allt í munstri uppskriftir. Hún er norsk og uppskriftirnar eru mjög litaðar af því og eru bara vel skrifaðar og þægilegar í vettlingaprjóna því ég er ekkert eitthvað, það er ekkert mín sterkasta lið en þetta er það vel og fljótgert þegar maður er komin upp á lagi með þetta. Þannig að ég ætla að fara að byrja á því, vettlingum og svo húfum, einhverjum, já þessari hérna. Ég nota eitthvað af garninu frá henni Amy í Stranded Dye Works í einu svona skemmtilega hand sjálfur mér og sokkana alla sem að bíða mín hérna tilbúnir í pókum með uppskriftum og garni og þessi 3 sjöl sem ég talaði hérna Vertices Unite, þetta er Stephen West og Glópa og vor sennilega eftir hana Hildi Ír og þetta Ora sjál sem er að
þvælast fyrir mér hérna sem ég var að sýna ykkur. Þannig að já, það er það sem er á dagskrá og það sem ég ætla að gera þegar ég er búið með barnastöffið. Ég á reyndar eftir að skrifa þetta eitthvað aðeins inn hvað ég er að bæta við á Prjón 2018 listan minn. En svo ætla ég að segja ykkur hvað gerðist svona frábært á laugardaginn. Þannig var að ég var að leysa af niður í búð, náttúrulega ekki í fastri vinnu þar og bara í afleysingu og Lína bað mig að spura hvort ég gæti tekið laugardaginn og já, það var ekkert mál og ég var mætt þar náttúrulega bara leið og ég opnaði og allt í góð með það og þetta dagurinn byrjaði heldur rólega og nema svo rétt fyrir 12. Þá er svona aðeins rennir í byrjað og þá kemur kona inn og horfir svona pínu kindarlega á mig og ég býð bara góðan dag og hún segir ég má svo til með að kynna mig og kynni sig og ég ætla ekki að vera eitthvað að segja hvert það var hér endilega því ég baði ekki til leið þess og var sérst að koma á Reykjavík til þess að kíkja á Galleri Snotru og fara í antíkmarkaðinn upp á Heiðarbraut og við spjöllum saman og mér finnst þetta svo æðislegt að hitta einhvern sem er að fylgjast með mér og hefur verið að veisla töskurnar af mér og bara þú veist þetta samfélagi þarna er þetta blaður að skila sér að ég er að hitta einhvern bara til auglitis sem er alveg meira áttar að því að sit ég einu sinni í viku og tala við sjálfa mig og veit ekkert sko og þannig að þetta var alveg frábært og síðan er hún bara að rölta þarna minni og skoða og strjúka garni og það er fleira fólk að koma og það var badmintonmót helgina í íþróttahúsinu þannig að það var rennir í af svona utanbæða fólki og bara mjög skemmtilegt. Svo birtist önnur kona og hjón í búðinni og það verða fagnaðarfundir með þeim og þessum áhorfanda mínum og hún fer að segja greinilega eitthvað frá mér eða var búin að segja ég náði því ekki alveg þeirri sögu og það er þeim langaði svo að sjá töskurnar mínar og ég náttúrulega er ekki að selja þær niður í búð en ég hugsaði með mér ég verða, fyrst þeir búin að gera sér þessa ferð þá verði ég bara að redda því einhvern veginn og ég var á bílnum sko þannig að ég hringdi í manni minn og sagði geturðu hlaupið með töskurnar niður í búð fyrir mig og hann þessi elska að gera það og þær skoðu töskurnar og það var bara ótrúlega gaman að spjalla við þær og þau öll og já, þetta var bara, mér fannst þetta svo frábært að því ég er búin að tala að mig langi svo að hitta ykkur og þannig bara birtist þessi kona og vissi ekkert endilega hvort ég væri að vinna sko. Þannig að mér fannst þetta alveg æðislegt sko og bara og flissandi að þessu það sem eftir liði dags að hitta þetta góða fólk sem kom þarna. Nú svo kemur þarna enn ein konan og fyrir að spyrja svona sem að tengdist ekki þessum hópi sem var þarna og bara spyrja svona eitt og annað og það kemur upp kafinu að hún er frá Siglufirði og er að jurtalita band og er með annað handverk. Þetta er Galleri Imba, Fossvegi 33 Siglufirði og hún sagði að það mætti hringja í sig, þú veist hún er með opið á föstudögum frá 2 til 5 en hún sagði gefur henni upp símanúmer, ég ætla að sýna ykkur þetta spjald og það sé alltaf hægt að hringja og fá að kíkja á öðrum tímum og þar sem að ég á nú ætt mín að rekja henni á Siglufjörð þá sagði ég henni það og auðvitað náttúrulega þekkti hún mitt fólk þar sko jafnaldra systur mömmu sem er nú reyndar látin og þekkir, þú veist, veit af öllum hinum systkinunum, þetta voru 10 þau eru mamma og 9 systkini og þetta er Galleri Imba og ef þið eigið veg þarna
endilega tekkja á henni. Þetta er eitthvað sem ég á eftir. Það er að prófa að jurtalita almennilega. Ég hef gert það einu sinni en svona vissi kannski ekki ná. Og hún tínir sérst allar jurtirnar sjálf í herligheitin og litar upp þannig. En mér gafst bara ekki tími til þess að kjafta eitthvað að ráði við hana það af því að það var bara fullbúið af fólki. Nú er birtan eitthvað alveg að fríka út af því að sólin er að lýsa mig upp og já, þannig að þetta var alveg ótrúlega gaman og mér þótti svo vænt um þessar heimsóknir að hitta þessar yndislegu konur og sýni bara enn og aftur hvað þessi handavinnu heimur getur verið frábær og er frábær. En já, ég ætla að sýna ykkur það er farið að tínast allar þessar stóru töskur sem ég gerði hvað verið 1 eða 2 vikum, þær eru búnar nema þessi alstæðsta, hún er ennþá til. Og síðan er ein eftir af þessum sem ég gerði líka þá og ein eftir af þessari og síðan eru nokkrar svona sumarlegar ennþá til. Bjartar og minna á sól og sumarill og já, þannig að bara endilega kíkið þangað. Það eru líka, það eru 3 svona sem sagt svona pókar til. Einn sem er ekki með styrkingu, nei, 2 sem er ekki búin, það er bara einn eftir sem er með styrkingu í botninum og hinir 2 eru ekki og eru þar af leiðandi aðeins ódýrari og fólk hefur verið að spyrja mig hvernig þetta gengur fyrir sig og ef á skrifar bara undir viðkomandi mynd sem að þau langar að eignast og þá skrifar bara ég vil þessa og þá sendi ég skilaboð og við finnum út úr rest. Þannig að það er ekkert flóknara en það. Og já, þannig að ég held bara, ég veit ekki alveg hvað ég er búin að bladra lengi að því að það datt út þarna þegar ég hendi ykkur í borðið aðan. En þess að ég var að byrja að gera nýtt vídeo, þannig ég var ekkert að spá hvað tíminn sagði þar, en það skiptir tíminn ekki kannski öllu. En ég held að það sé bara allt komið í dag og jú, mér langar að þakka fyrir góð viðbrögð við umræðinni sem að blaðurinn í mér í síðasta þætti þar sem ég var að tala þetta neteinelti og þessi leiðindi. Það var náttúrulega ekkert annað en jákvæð viðbrögð við því að það hafa allir skoðunar á því og þetta lagast ekki nema við tökum þetta til okkar og bregðumst við sjálf og gerum eitthvað gott sjálf, þá getur þetta lagast. En ég held að þurfi allir að leggja sitt á mörkum til þess að þetta lagist. En á þeim nótum þá ætla ég bara að ljúka þessu dag, fara að koma þessu inn í tölvuna og hlaða þessu upp svo þið getið hort á þetta blaður í mér og ég spýti lóana og haldi áfram með ungbarnasettið og mörgja sína svo ég geti farið að fitja upp á öllu hinnu. Sjáu hvað ég á báti, ég er alveg. En já, þetta, ég stefnaði að klára bara þetta heimferðarsett alveg fyrir næsta þátt og vera búin með mörgjasargallan líka þá. Og vonandi byrjuð þá okkur fullt af nýju skemmtilegu. Svo sjáu í sjali mitt nýjasta sem að afgangasjali sem var allt í endum. Ég man ekki hvort ég var búin að ég var búin skóla úr í síðast þegar ég sá að ég átti bara eftir að klippa endana. En nú er það reddi og búið að fara í myndatöku og svona og er bara að bíða þarna eftir tilefni til þess að verða notað eða gefið.
En þannig að þessi yfirlýsta hérna, þakka bara kærlega fyrir í dag og óska ykkur góðrar og gleðilegrar handavinnuviku og við bara sjáumst fljótlega. Bless, bless.